Jæja, komið þið sæl og verið velkomin hingað til okkar í Norðurturn í nýtt útibú Íslandsbanka hér í Kópavoginum á fund VFIB fjárfestingar á erlendum mörkuðum. Við köllum þennan fund hvernig fjárfesti á erlendum mörkuðum og ætlum bæði að ræða praktískt það en ekki síður það hvers við getum vænst á erlendum mörkuðum á þessu ári sem að kannski fyrst í ár farið að skipta íslenska fjárfesta raunverulegu máli vegna þess að loksins komið að því að við hér íslenskir fjárfestar og sparifjáreigendum höfum möguleika á því að dreifa eignum okkar almennilega sem þýðir út fyrir landsteinina líka til viðbótar við íslenska markað. Hér í dag ætlum við að fá mjög vandað og gott erindi frá Vigni Þór Sverrissyni sem fjárfestingastjóri hjá VFIB. Vignir hefur leitt okkar fræðslu erlenda markaði og inn á vef okkar inn á vfib.is getið þið séð fjöldan allan af eldri námskeiðum og fræðslufundum sem við höfum haldið bæði stöðun á erlendum mörkuðum, svona einstaka viðburði í efnahagslífinu erlendis og ekki síst fjárfestingar á erlendum mörkuðum. En í dag ætlum við aðeins að vera að hugsa framtíðina í hvað stefnir og svo praktísku atriðin. Þannig að fyrirkomulagi verður það að Vignir ætlar hér að halda fyrir okkur erindi sem ég nefndi hér áðan. Í kjölfarið ætlum við síðan að ræða hér málin og fá ykkur hér í salnum með okkur í umræðuna. Þá verður hann hér áfram með okkur hann Vignir en Sigurður Guðjón Gíslason, sjóðstjóri sem stýrir einmitt erlendu einkasafni hjá Íslandssjóðum ætlar að slást í hópið með okkur og Lilja Gylfadóttir sem ráðgjafi hjá VFIB og einmitt að ráðleggja þeim sem að versla með erlend verðbréf. En ég ætla að gefa Vigni orðið og hvet ykkur svo til þess að taka virkan þátt í umræðinni hér að loknu erindi hans. Gjörðu svo vel. Takk. Við byrjum bara á erlendu mörkuðunum og hérna sjáum við til minnst tvær vísitölur sem hér uppi. Þetta annars vegar heimsvísitala hlutabréfa og svo bandaríkjamarkaður. Og á síðasta ári var bandaríkjamarkaður sá markaður sem hækkaði hvað mest á tímabilinu en nýmarkaðirnir voru líka nokkuð öflugir framan af ári, verulega. En það sem einkennir þetta og við horfum bara aðeins yfir hina markaðina líka og við sjáum hérna hvernig Evrópa var, tiltölulega flöt á árinu á sama skapi sem við sjáum hérna Bandaríkin og hérna sjáum við svo Japan hér í Japan afsakið og þegar við höfum allar þessar vísitölur hér saman gleymd að hlaða þegar við horfum á tímabilið svona heilt yfir í heildina að sjáum þessar vísitölur hérna sem heimsvísitölunar að þá eru 3 atburðir sem einkenna þetta ár og það fyrst Kínakrísan, við héldum sérstaklega fund Kínakrísuna. Það sem áhyggjur af hagvexti í heiminum voru miklar, það var áhyggjur af vexti kínverska hagkerfisins og það var það sem gerðist þarna strax í byrjun janúar. Þetta var svokallað svona flaskkrass á markaðnum, ég meina kínverski markaðinn hrapaði verulega, við sáum viðbrögð strax í Bandaríkjunum líka við því og sáum það líka inn í bæði Evrópu og önnur sérstaklega Kyrrahafsríki og nýmarkaði. En þetta var til dæmis fljótt að jafna sig. Og allt í einu fóru aðilar að horfa á að þetta væri nú kannski ekki eins slæmt þó svo að kínverska hagkerfið var að hægja á sér. Það var samt að vaxa á svo stórum basa að það skipti ekki sérstöku máli. Svo kom þarna mitt ár að þá kom Brexit. Og eins og flestar skoðanakannanir hafa sýnt núna í heiminum að þá virðist það ekki hafa haft rétt fyrir sér á þessu ári. Þarna var búið að spá því að útganga Breta úr Evrópusambandinu yrði hafnað, að yrði áfram. En svo kom annað upp úr kössunum og allt í einu var búið að samþykkja það að Bretland ætlaði út úr Evrópusambandinu. Þá kom svona snörp lækkun á markaðnum en hún tók bara nokkra daga rétt að við sér og bara sem dæmi að þá fór FTSE-vísitalan, hún hækkaði bara. Pundi gaf náttúrulega eftir upp á einhver 15%. Fyrst og fremst þá var það gjaldmiðillinn þar sem að lækkaði en hlutabréfin hækkuðu. Svo komum við nær kosningunum í Bandaríkjunum sem hérna tímabilið hérna í nóvember sem síðasti skyggðikassinn. Og það sem var kannski áhugavert þar fyrir okkur sem kannski vorum vakandi þessa ágætu kosninganótt. Ég mætti einmitt sjálfur til dæmis með 1 klukkutíma svefn í mér, alveg svona forviða að fylgjast með mexíkóska pesónu, ekki svona hrynja yfir nóttina. Að markaðurinn bara leiðan opnaði þá lækkaði hann og svo endaði hann bara nánast upp, búin að leiðrétta lækkunarfasan. Og þetta svolítið áhugavert að sjá þetta vegna þess að
þvert einmitt á það sem að útgönguspár og fleiri voru að pæla og voru alltaf að tala það að Clinton væri betri fyrir hagkerfið, Trump væri óvissan, en þetta leiðréttist bara beint á núleitni. Og þetta kannski svona einkenni 2016 að það voru svona stórir atburðir sem höfðu áhrif til lítinn tíma. Og það einmitt svona áhugavert að horfa aðeins fram á veginn, og það sem við ætlum að gera hér í dag að skoða svolítið hverju helstu áskoranir okkar sem erum að fá aðgang að þessum markaði svona hort fram í tíman. Og ég búinn að setja upp hérna 4 punkta sem mér finnst eru nokkuð mikilvægir að við sem flest meðvituð Fyrsta lagi að skuldsetning hagkerfa heimsins og tregða við aðgerðir í ríkisfjármálum. Við erum að koma úr tímabili frá fjármálahruninu þar sem að seðlabankar hafi rosalega virkir á markanum. Við erum alveg búin að vera með svona, stefnu hjá seðlabankarnir sem búin að vera svona í hagfræðilegu samhengi, svolítið galinn, þar sem við búin með núllvexti, þar sem við erum búin að sjá seðlabankar gera skammtímavexti í neikvætt og að sjá það til með eins og að geta farið inn í 10-20 ára ríkisskuldabréf og þú nánast borga með þér á þessu tímabili. Þetta er mjög óeðlilegt ástand. Og það sem er búið að gerast á sama tíma að skuldsetning ríkissjóða er búin að vera stór aukast og ég sýna aðeins mynd af því hérna eftir. Og svo líka það að aðgerðir í ríkisfjármálum, ef við horfum til dæmis í Evrópu, það sem þarf að gera í Evrópu að taka til ríkisfjármálunum. Það þarf að minnka skuldsetningu og það þarf að leiðrétta þetta með þessu vinnulöggjöf í ákveðnum löndum, gera hana meira sveigjanlegri til þess að koma hagkerfinu betra stað en það tregða við það. Og að nýjasta sem við getum hort á það til minnst þjóðaratkvæðin á Ítalíu, það sem höfnuð svona ákveðnum hagræðingaraðgerðum, sjáum þetta líka að gerast í Grikklandi gegnum tíðina og þetta gerir þá ríkjunum erfiðara með það að taka til í sínum svona heima fjármálum. Svo eru aukin ójöfnuður í heiminum og þetta til minnst eitt af því sem að Trump keyrði á í sinni kosningabaráttu, að millistéttin og hinn venjulega Ameríkani hefði setið eftir og þetta spurning hvort að þetta sé einhver afleiðing af þeim til minnst peningalegu aðgerðum sem búið að eiga sér stað undanfarnum árum. En svo þessi pólitíska áhætta sem aukast. Og allt þetta eiginlega summarast upp í það að spurningin hvort að langtíma væntingar okkar sem eru komin á markaðinn núna fyrir erlendar fjárfestingar, hvort að þær verði í lægri kantinum með hvernig hafa verið sögulega. Ef við byrjum aðeins í það sem ég kalla tækifæri í skuldsettum heimi, hér sjáum við aukningu á skuldum mismunandi svæða sem hlutfall af þjóðarframleiðslu frá árinu 2003. Og þarna sjáum við til dæmis það að ríkissjóður Bandaríkjanna var í kringum 60% skuldsetningu á þessum tíma, núna komin upp í rúmlega 100% af þjóðarframleiðslu sem í útistandandi ríkisskuldum. Og þannig ekki að taka inn heimilin, þetta er bara ríkið sjálft. Sjáum það sama eins og gerast í Japan, Japan búin að vera með í lengra tímabili svona það sem þeir skulda 240% sinni þjóðarframleiðslu. 240% mjög hátt hlutfall. Það sem gerir Japan að vísu svolítið sérstakt að þjóðhagslegur sparnaður þar mjög hár. Og vexti náttúrulega engir og búin að vera engir mjög lengi. Þannig að hagfræðingar hafa talið að þeir geta viðhaldið þessu ástandi töluvert lengur meðal annars útræði hvernig sparnaðarkerfið viðhaldið, sem ólíkt eins og í Bandaríkjunum og meðal annars Evrópu. Svo sjáum við evrusvæðið að þeir eru búin að fara svona kringu 70% skuldsetningu upp í þessi 90% og þarna getum við alveg séð næstu 12-18 mánuðum að skuldir ríkissjóða evrusvæðana munu aukast jafnvel enn frekar. Þannig að Evrópski seðlabankinn svona 12-18 mánuðum allan og eftir bandaríska seðlabankanum í sínum aðgerðum. Þannig að þeir eru ennþá að kaupa skuldabréfamarkaði, þeir eru ennþá að stækka efnahagsreikninginn sinn. Þannig að þetta mun örugglega aðeins halda áfram þar. Og svo sjáum við til með eins og Bretland og þeirra stöðu sem þeir voru í fyrir hrun, þar sem þeir voru með rúmlega 40% af þjóðarframleiðslunni skuldsetta og þeir eru komnir þarna í kringum 90% sem svipað svona meðaltalið á evrusvæðinu. Þannig það sem er að sýna með þessari mynd hvað ef að hagvöxtur tekur ekki við sér? Hvað ef að við verðum bara svona að lulla áfram í 1-2% hagvexti áfram? Hvernig ætla ríkisstjórnir og hagkerfin í heiminum að beita opinberum fjármálum til þess að koma kerfinu aftur af stað? Þeir eru nú þegar búin að skuldsetja sig og það ekki nema þá að lækka vexti og skuldsetja jafnvel enn meira. Og það líka hættulegt. Og þannig þetta svona það sem að til dæmis í Evrópu þarf að gera. Það þarf að taka til í opinberum fjármálum. Það þarf að skera niður, ekkert ólíkt því sem við fórum í gegnum hér á Íslandi. Og ef við horfum svo bara á þetta
aðeins lengra áfram og tökum saman alla skuldir heimsins, þá tók McKinsey saman árið 2014 fína skýrslu sem að sýndi fram á heildaskuldir heimsins og þetta eru tölur sem ég næ ekki utanum, þetta eru 100 þarna á þessum tímabilið á öðrum ársfjórðungi 2014, þetta 199 billjónir dollara sem að þjóðir heimsins skulda, þá eru þetta heimili fyrirtæki, opinbera skuldir og fjármálafyrirtæki og þetta er nálgast 300% af þjóðarframleiðslu heimsins. Þannig að hvað gerist ef að vaxtastigið fyrir að fara aftur á eðlilegan flöt? Hvað gerist ef að hækka vextir 1%? Hvað fer þá mikið af þjóðarframleiðslunni í því bara þjónusta þessar skuldir? Bara í afborgunum og vöxtum. Og þetta er ákveðin svona áhættuþættur og þetta er kallað svona debt supercycle úti og þetta er eitthvað sem við þurfum að fylgja svolítið vel með hvernig þessu framvindur. En líka sjá þarna hvernig opinbera skuldir eru búin að vera aukast og líka það að heimilin hafa líka verið aukast við þessi skuldsetningu. Þannig að núna skiptir máli og hvernig á að taka á þessu, annarkvort fyrir framleiðnin að aukast og hagvöxtur líka eða þó það þarf að taka til. Ef við skoðum svo það sem ég kalla afleiðingu og óvænta afleiðingu magnbundinnar íhlutunar og það er misskipting auðs. Í umhverfinu eins og það hefur verið núna þá erum við búin að vera í vaxtaumhverfi sem er 0%. Hverjir hagnast á því? Það eru þeir sem geta tekið lán. Það eru þeir sem gátu komið inn eftir hrun, keypt fyrirtæki á skuldum með lágum vöxtum og í dag eru þeir á það mjög góðum málum. Hvað þýðir þetta fyrir venjulega millistéttar lúðafa, það er ekki hérna vinsælt hérna á Íslandi. Þetta þýðir fyrir hann að læra afborgun af húsnæðislánunars en það er ekkert mikið meira. Og hér var Branko Milanovic sem tók saman árið 2012 raunaukningu tekna á árið tímabilinu 2008 til 2011 og eftir tekjutíundum. Og það sem við sjáum þarna er að fátækasta tekjutíund heims hefur fengið enga raunaukningu tekna. Svona neðra lagið sem eru nýmarkaðsþjóðir sem eru að koma inn í þróaðastigið, það er búið að hækka. Það sem er líka búið að gerast er að það sem er kallað millistéttin að þeir eru nánast staðið stað. Þetta er svolítið sem að Trump keyrið á. Að búið að gleyma þessu venjulega Ameríkana. Og við sjáum það líka þá og þessi ástæðan fyrir þetta er kallað fílagrafið. Þetta er eins og fíll og svo rani. Og við sjáum það að þeir hæsta tekjutíundin er búin að hækka hvað mest í raunaukningu tekna. Og þetta er ákveðið svona áhyggjefni svona áfram eins að þetta ýtir undir ákveðin pólitískan óstöðuleika. Og þá komum við mitt inn í það, hvernig er landslagið núna í fjárfestingunum og við sem erum búin að fylgjast með þessu lengi og lifum að hrærast í þessu, við setjum upp svona ákveðna áhrifaþætti sem eru á fjárfestingunum hjá okkur. Þeir eru óra margir og ekki upptaldir hér á neitt hátt. Og þetta er munurinn á hlutabrjöfum, skuldabrjöfum, gjaldmiðlum, atvinnuleysi og milliríkjaviðskipti, einkaneyslu, hagtölur, skattar, regluverk og opinber fjármál. En það er einn þáttur sem við erum algjörlega búin að trompa þetta núna og það er það sem kallum pólitísk áhætta. Hvað gerir Donald Trump með einu twitti? Hann fer á Twitter og hann lækkar verð á Lockheed Martin 5%. Þetta er orðið nýr heimur, þetta er nýtt pólitískt landslag sem við erum með. Og það sem er í þessari pólitísku áhættu að það er fjölmargir þættir og þeir eru síbreytilegir nánast bara eftir dögum núna. Svona helstu atriði sem við viljum fylgjast með hjá okkur, hjá VAFIB, að fyrsta lagi að þá sjáum við það að valdajafnan hefur raskast hjá okkur. Sem dæmi að það er fyrsta skipti núna samið einhvers konar vopnahlé eða frið í Mið-Austurlöndum og þá til og með vopnahlið í Sýrlandi án aðkomu Bandaríkjamanna. Þeir eru venjulega verið að skipta sér á öllum friðarsamkomulögum og þetta er svona fyrsta skipti sem þeir voru algjörlega teknir út úr jöfnunni. Hefur vantilega einhvað að gera með Rússland og þannig að Bandaríkin er ekki að verða lengur þessi óumdeildi leiðtogi á heimsvísu. Og það eru líka svona kannski fleiri stefnumál sem þarf að horfa þarna, til dæmis eins og hvað er að gerast í Suður Kínahafi. Kínverjar eru að eigna sér ákveðna eyju þar
og Donald Trump ætlar sér nú að stoppa það en það þýðir bara stríðsyfirlýsing. Við sjáum það líka að hlutur sko Kínverja í alheimsviðskiptum bara að aukast ef eitthvað og meðan Bandaríkin svona standa aðeins í stað. Og þetta svona valdajafnan því að raskast frá Bandaríkjunum. Það sem líka í þessu að við erum með núna svona uppgang, svona liðsgrumra og ákveðna verndastefnu og þetta kallar bara ensku protectionism. Sjáum það að Trump keyrði á þessi sinni kosningabaráttu. Við sjáum Brexit keyrði á nákvæmlega sama, Britain first, Trump að make America great again. Núna sjáum við Marine Le Pen koma í Frakklandi og segja sko að verndastefna sé það sem koma skal. Nú fara þjóðir að hugsa inn á við. Sjáum það líka í tölum frá World Trade Organization. Það sem að viðskiptahindranir, fjöldi viðskiptahindranir sem voru sett á síðasta ári að fjölga frá því sem var á meðan að svona tækifæri til þess að auka viðskipti á heimsvísu að það að draga úr þeim. Þannig að þetta er þessi verndastefna sem að koma upp. Svo þessi vaxandi ójöfnuður eins og við fórum áðan í fílagrafinu svokallaða og þessi ójöfnuður sko hættulegur vegna þess að á endanum valdi hjá fólkinu sem ýtir undir óróa og órói aldrei góður inn á fjármagnsmarkaði. Svo það tæknibreytingar og atvinnumöguleikar og það búið að vera mikil framþróun í tækninni sem að þýðir að það færri vinnandi aðilar frá því sem var og meðal annars munum fara aðeins nánar yfir þá eftir og þannig að eftirspurnin eftir ómenntuðu vinnuafli hún mun draga saman enn frekar en það verður meiri eftirspurn eftir velmenntuðu vinnuafli þannig að einhver sem að skilja til ykkar og barnan ykkar bara mentið ykkur. Og svo olíuverð og olíuverðið náttúrulega fór alveg niður í undir $30 og núna komið þarna yfir 50 aftur og það sem mjög slæmt til með mjög lágu olíuverðið þýðir að ákveðna þjóðir sem að reiða sig á olíuverð og olíusölu að minni tekið þar, það minni atvinna og það ýtir undir það bæði til mér eins og ISIS samtökin. Það auðveldara fyrir þau að fá inn fólk þá og líka bara ákveðin samdráttur og þá fátækt í þeim löndum sem reiða sig mikið á olíuútflutning sem betur þetta búið að koma aðeins upp en eins og við fórum hérna á eldri fundi varðandi hrávöruverð þá þarf Sádi Arabía til með kringum $100 olíuverð til þess að reka ríkisfjármálin hjá sér. Við erum ennþá töluvert frá því. En hvaða áhrif hefur þetta á eignaverð, þessi svona pólitíska óvissa? Við sáum það að hlutabréf hækkaði í Bandaríkjunum eftir að Trump á forseti en það var ekki alveg jafnt yfir öll fyrirtæki. Það fyrir Brexit, núna var sem sagt Hæstiréttur að dæma að þetta þarf að fara ekki þinglega meðferð. Það ekki til bresk lög til þess að leysa úr þessu máli, að þau þurfa að leggja fram frumvarp. Það frumvarpið þarf að fara í gegnum þingið og það þarf að koma plan hvernig alltaf að gera þetta. Og ég hef verið að lesa marga greinar og mismunandi greiningar aðalum þar sem reyna að benda á möguleg áhrif og þetta alltaf bara að gefa upp 2-3 sviðsmyndir og svo kemur alltaf svona klausa neðst en það nánast ómögulegt að spá fyrir hvaða sviðsmynd verður. Svo það seðlabankarnir og núna þegar við erum að sjá eins og í Bandaríkjunum að hvað ætlar Trump að gera, hann ætlar að keyra mikið í svona innviðauppbyggingu. Hann ætlar að keyra mikið og þau sjáum önnur lönd verið líka að skoða þetta, að fara að horfa svolítið inn á við. Þetta þýðir að seðlabankar heims þurfa að bregðast við og þau eru hugsanlega eins og í Bandaríkjunum að fara að hækka vexti hraðar ef öllu þessum framkvæmdum verður og allt fer eins og Trump vill. Og hvað gerist einmitt þegar þú ert með skuldirnar svona háar? Hvað gerist þá við hagkerfið þegar þú þarft að fara að borga kannski hærri vexti af 10 ára skuldabréfunum hjá þér? Og þannig það sem ég bara kannski koma áfram með þetta að það verða sveiflur í verði hlutabréfa eins og við sáum á síðast ári og það þarf stundum að vera roð þolinmóður og horfa í gegnum þetta. Við horfum til dæmis eins og á Bandaríkjamarkaði þegar maður hefði selt nóttina og þá hefði verið með hvernig sveiflan var og það getur verið 18% sveifla nánast innan dagsins. Þannig að þetta getur verið mjög dýrt að vera óþolinmóður á þessum markaði. Næsti punktur sem við ætlum að ræða það vænt ávöxtun á markaði. Og hér búin að setja nokkuð skemmtileg gröf. Mér finnst þetta mjög áhugavert að sjá þetta að ef við byrjum þarna upp í vinstra megin þá sjáum við það sem kallað ávöxtunarkrafa ríkisskuldabréfa í Bandaríkjunum. Og þetta alveg rosalegt graf vegna þess að það sýnir það að eiginlega frá 1980
eða bara 1980 cirka, að þá eru búið að vera lækkandi ríkisskuldabréfakrafa í Bandaríkjunum. Þannig að það má segja að þetta sé búið að vera í 30 ára svona bull market sem er búin að keyra þarna áfram. Þannig að þú varst fjárfestir í skuldabréfum frá þessum tíma og ert búin að hafa það bara býsna gott. Og nú eru við komin á stað þar sem vaxtastigið er óeðlilega lágt og við horfum á lönd eins og bæði Sviss, Þýskaland og önnur Evrópuríki þar sem við erum nálægt 0% vöxtum, að það eru flestir sem spá því á komandi tímabilum að þá mun þetta hækka vaxtastigið og þá er spurningin, viltu vera í skuldabréfum? Við sjáum þetta sama í fyrirtækjaskuldabréfunum. Aftur áhugaverð mynd þar sem við sjáum líka að 1999 er 8% ávöxtunarkrafa á svona investment grade skuldabréf. Þetta liggur núna svona í kringu 3-4%. Þannig að þetta er rosaleg breyting á þessu tímabili. Og á sama tíma og við erum að fá aðgang að erlendum mörkuðum, að þá er vert að benda á að heimsvísitala hlutabréfa er í hæstu gildum. Þannig að það er búið að verðleggja nokkuð mikið inn þessar svona breytingar sem eru framöndan. Og þetta er einmitt áhugaverð mynd að horfa á vegna þess að það sýnir svo bersýnilega til mér tvær virkilega stórar niðursveiflur sem var annars vegar tæknibólan þegar hún fór og hvernig hagvöxturinn var þar eftir. Svo kom Íraksstríð og þá keyrist markaðurinn upp kring 2003 alveg til 2008 þar sem við fengum þetta stóra hrun. Og síðan þá hefur markaðurinn nánast hækkast leitulaust. Og við sjáum það í dag að þá erum við að slá 20.000 í Dow Jones vísitölunni og markaðurinn er búin að hækka mjög mikið og þetta er okkur tímabili þegar við fáum að fara inn. Þannig að maður þarf að vera meðvitaður um það. Og ef við horfum svo á verðlagningunni til þess á S&P 500 að þá er verðlagningin komin núna í fyrsta skipti langa tíma yfir langtíma meðaldalinn sín. Og ég var að lesa grein í morgun frá Bank of America þar sem voru að tala um hver er vænt ávöxtun á hlutabréfamörkuðum erlendis og langtíma meðaltal S&P 500 kannski í kringum 8,3% og þeir eru spáð svona næstu 5 árum að fjárfestar búa sig undir það að þetta geti verið svona kringum 4-4,4%. En fyrir okkur Íslendinga að þá náttúrulega er aðri þættir inn í þessu eins og áhættudreifing inn í fjárfestingarnar hjá okkur og líka það að krónan, hún skiptir okkur gífurlega miklu máli. Setti hér svo upp að ganni svona hérna mismunandi vísitölur, ég ætla nú ekki að fara yfir hverja eina en það sem að myndin sýnir samt mjög glögglega er þetta VAFO-gildi sem er oft mælt sem er ofta gildi sem er notað til þess að meta hvort að markaðurinn sé dýr eða ódýr og á þessari mynd því meira sem að kassarnir eru til hægri því nærri eru þeir hágildum sínum. Og ef við horfum á þetta síðustu 52 vikur þannig að við erum með markaðana nokkur nálægt hágildum með nokkrum undantekningum þó. Til dæmis Mexíkó og það er einmitt líka bara þessi Trump-faktor. Hvað gerist yfir Mexíkó? En það er einmitt ágætis inngangur inn í næsta punkt hjá okkur, Bandaríki Trumps. Hvernig verða Bandaríki Trumps? Ég er búinn að fylgjast mikið með daglega síðu núna og ætla að hafa eina glæru þar sem ég var að fara yfir aðgerðir Trumps frá þessar viku sem hann var búinn að taka við sem forseti. Ég ákvað sér þetta bara klára það og skrifa nýr á blað og lesa svona upp það helsta á eftir fyrir ykkur. En á hverju keyrði Trump? Trump keyrði á þeirri svona skynjun Bandaríkjamanna að þeir væri að hafa það verra heldur en hafa haft í gegnum tíðina. Að misskipting auðs væri þannig að þetta væri alltaf að fara til ofurríka fólksins og öll störfin væri að fara eitthvað annað. Og mér skemmtilegt þessi fyrirsögn að ég sótti hann úr South China Morning Post. Þetta er Beijing took our jobs og þetta er svona það sem hann keyrði á, þetta er það sem hann fékk eiginlega kosningun út á en spurningin er endilega er þetta rétt og það er endilega ekki allir sammála því. Ef við horfum til dæmis á framleiðslugeirann í Bandaríkjunum þá sjáum við hér til vinstri þá sjáum við fjölda starfa í Bandaríkjunum í framleiðslugeiranum sem er kallað manufacturing geiri. Hægra megin er framleiðsla í Bandaríkjunum sem er manufacturing output og þetta er real output, þannig að þetta er raunaukning. Og þetta er svolítið áhugaverð mynd vegna þess að við sjáum það á því tímabili þegar sem að vinnuafl í þessum geira fyrir 17 milljónum manns niður í rúmlega 14 milljónum manns að þá er framleiðslan að aukast. Og á hvaða tímabili þetta er frá 2000 og alveg upp undir 2008.
Og þetta segir manni það að það ekki endilega þessi verið að flytja þessi störf út af því að framleiðslan á leiðinu upp. Það meira magn sem verið að framleiða í Bandaríkjunum. En þá spurningin, þetta á tímabilinu það sem mestu tækniframfarir hafa verið á framleiðslínunum bíla, í einföldun ferla og einföldun á framleiðslu og þannig að þetta spurningin hver að taka störfin á hverjum. Það vélarnar eða það einhverju aðrir erlendir aðalar? Og ef við horfum svo Trump bara aðeins á markaðinn að Hérna sjáum við þróunin á S&P 500, Dow Jones, Russell 2000 og svo Mexico vísitölunni sem hérna græna línan og þarna sjáum við þessa snarpa lækkun til þess að í Mexico í kringum kosningarnar að þessi lækkun kom þarna á einum degi einhver 8-9% en hún var svo gerði eiginlega tvöföld verri með það að gjaldmiðlinn hríðféll líka þannig að það var eiginlega tvöföld lækkun sem var að þar. En á sama tíma þá tók S&P 500 aðeins við sér, Dow Jones tók við sér en vísitala sem Russell 2000 tók sérstaklega við sér. Og þetta það sem að mikill hluti að fjárfesta hefur verið að færa sér svolítið inn í núna eru amerísk fyrirtæki sem eru ekki svona mjög þekkt svona household names eins og það kallað. Þetta eru fyrirtæki sem starfa á bandaríkjamarkaði og selja bandaríska vörur. Þetta eru svona small cap fyrirtæki eða svona smærri fyrirtæki. Og þetta það sem að búið að keyra upp markaðin þarna og þetta kannski óvenju mikil bjartsýni. En þetta allt snýr allt að skattastefnu hans Trumps og hvernig hann ætlar að make America great again. Og en við sjáum svo kannski bara hérna á næstu glæru að þá tók ég saman hérna svona að gamni hérna aðgerðir hans Trumps og það var mér óvinnandi vegur að muna þetta allt. Þannig að svona hvað hann búinn að gera í fyrstu vikunni? Hann búinn að taka náttúrulega yfir allar ríkisstofnanir og hann búinn að setja ráðningabann á þær allar. Þannig að má enginn ráða inn fyrir hann búinn að ákveða bara minna með samþykki í Hvíta hússins en nema þeir sem sjá öryggismál og hernaðarmál. Hann búinn að byrja að loka á Affordable Care Act eða Obamacare eins og það þekkist og allt sem með fjárhagslega byrðar á fylgjum eða fyrirtækjum eða aðilum sem þurfa að borga í Obamacare þeir geta frestað í raun án útskýringar. Þannig að þetta svona komin okkur höft á það. Hann búinn að loka á ríkistyrki til húsnæðiskaupa fyrir tekjulága. Það búið að banna styrki samtaka utan Bandaríkjanna sem veita ráðgjöf fóstureyðingar. Þetta var svolítið fréttamál hérna. En það sem gleymdist kannski aðeins í þeirri fréttamáli að hver einasti republikana forseti frá 1984 hefur gert þetta og svo hefur demokrata forseti sem hefur tekið við snúið sér við. Þannig að þetta í raun ekkert nýtt að þetta gerist þarna. Hann búinn að loka á alla reglubreitingar sem átt að taka gildi núna sem voru frá Obama. Hann búinn að fá heimild fyrir tengdasón sinn til að taka stöðu í Hvíta húsinu. Mjög skemmtilegt. Og hann búinn að taka við kjarnorkukóðunum. Ég veit að það margir sem hefur ágjörð því. Hann búinn að ýta undir möguleikann á að fara aftur inn í Írak. Hann búinn að banna einstaka svona stofnunum innan bandaríkjastjórnar sem sérhæfa sig á vísindum að senda út fréttatilkynningar eða annað nema með samþykki í Hvíta hússins. Þannig hann búinn að stoppa í vísindasamfélagi fyrir að birta niðurstöður. Hann búinn að draga sig úr Trans-Pacific Partnership eða TPP eins og kallast og það kannski kom ekkert sérstaklega óvart að hann bara eitt ríki sem var búið að samþykkja það. Hann búinn að tilkynna að Bandaríkin muni draga sig út úr NAFTA eða allan að semja upp á nýtt þar. Hann búinn að segjast alltaf komið veg fyrir að Kínverjar taki yfir hérna í eyjar í Suður Kínahafi. Og heimila svona þessa umdeldu olíu- og gasleiðslu hérna í gegnum hérna sem Obama hafði stöðvað og sem að mikil mótmæli hafi verið út af. Svo kannski hann búinn að tilkynna það að fyrirtækjaskattar muni lækka. Hann búinn að taka ríkistyrki af ríkjum sem að hýsa þá ólöglega innflytjendur og búinn að afturkalla það sem að kalla Catch and Release program sem þýðir það núna með að lögreglumenn fara að vinna sem í raun svona innflytjendastofnun og fara að handtaka fólk og vísa þau beint úr landi. Hann búinn að tilkynna núna vegginn. Veggurinn gífurlega áhugavert konsept, sérstaklega að þessi veggur kostar að lágmarki $8 milljarða og það talið að það sé svona hóflegt mat. $8 milljarða stór upphæð en þú tvöfaldar hana að þá það líka gigantísk upphæð og tala ekki þegar þú þarft að bara viðhalda veggnum, þá þetta bara stór hluta fjárlögum
og svona sem dæmi að það voru 8 milljarðar dala, svona einhver tvöföld fjárlög ríkisins eða eitthvað svoleiðis sem ég geti farið í þetta. Svo sett hann inn svona forsetatilskipun þar sem hann takmarkar svona umhverfisstofnanir og svo er hann búinn að ræða í viðtalinu allar heimila pyntingar og svo er hann búinn að tjá sig yfir 25 sinnum á Twitter. Þannig má segja að þetta var nokkuð stór vika hjá Trump eða ekki. En þá er spurningin eftir allt þetta, hvernig eru fjárfestar að horfa á markaðinn, og það sem að ég set hér upp eru skoðanir 54 eignastýringafyrirtækja og þetta er svona inngangur okkar hérna inn í fjárfestingar á komandi ári og það sem þessi aðili gerir sem heitir ECR Research sem við erum í samstarfi við, þeir horfa á öll sjóðstýringafyrirtæki í heimi og taka svona út heildarskoðun þeirra á markaðnum og sjá hversu margir eru yfirviktaðir, hlutlausir eða með undirvikt á ákveðna flokka og þetta eru niðurstaðan þeir hortir í gegnum öll þessi fyrirtæki sem þeir eru að skoða. Þar sjáum við það að flokkurinn sem er nummer 1 og það er hlutabréf. Það er ennþá í hlutabréfum. Hlutabréfin er búin að vera eitt nokkuð lengi og bara sem dæmi að voru með sama fund fyrir ári, svona svipaðan, að þá var hlutabréf líka nummer 1. Ástæðan, já, hlutfallslega eru hlutabréf betri kostur heldur en til með skuldabréf, þegar skuldabréfakrafan er svo lág. Og þannig að það hjálpast að því að skuldabréfakrafan er lág að þú fer frekar í hlutabréf, tekur meiri áhættu. Og líka það sem að hefur svona verið að hjálpa þessi til dæmis og það er að þú getur fengið mörg fyrirtæki sem eru kannski að borga út 4% arð á ári sem meira heldur en þú færð ríkisskuldabréfum. Þannig að þú tekur á þig bara sveiflurnar en færð bara borgað út 4%, þú er bara nokkuð sáttu við það sem svona regluleg innkoma. Fasteignir eru númer 2 og það kemur kannski ekkert sérstaklega óvart vegna þess að í umhverfi það sem að þú getur fjármagna húsnæðislánið þitt á 1-3% eftir í hvar þú ert eða jafnvel neðar ef þú ert á breytilegum vöxtum, að þá eru maður örugglega alveg tilbúin að skipta húsnæði. Ég getur ímynda hvernig íslenski markaðurinn væri ef við varum að borga kannski í kringum 1% vexti á húsnæðislánum okkar, þá held ég að kannski sá hiti sem er á fasteignamarkaðinu hér væri enn meiri. Laust fé nummer 3 og var það líka fyrir árið síðan. Hráefni 4 og skuldabréf í síðasta sæti og ef við horfum á hvernig flæðið er búið að vera inn í þetta, að það er þó svo að vera mikið útflæði úr hlutabréfum á síðasta ári, þá er þetta samt sá flokkur sem að menn eru hvað mest að spá að munu standa sér vel. En það var líka innflæði inn í skuldabréfasjóðina nema núna í desember eftir Trump. Þá snerist þetta við. Það er mjög áhugavert að sjá það. Ef við sjáum svo landsvæðaskiptinguna að Bandaríkin eru nummer 1 og það er kannski þessi ofurtrúa það að bæði það að þeir verði fyrsti til að snúa við. Þetta er fyrsta ríki sem er komið í einhvern svona hagvöxt, þó svona sé lítill, þetta er hagvöxtur sem heldur áfram. Og líka það eru aðgerðir þar, bæði ríkisfjármálum og annað til þess að keyra kerfið áfram, mikið að svona infrastruktúrverkefnum eða innviðauppbyggingu og tala ekki atvinnusköpunin í kringum hennar vegg, hún var alveg vel góð. Númer 2 eru nýmarkaðir og það er kannski breyting frá því fyrir árið síðan. Það sem er áhugavert á nýmörkuðum er að það er að koma upp millistétt þar og þar er hagvöxtur. Það er ekkert óeðlilegt að finna svæði sem eru kannski í 4-5% hagvexti, ekkert ólíkt og við kannski erum að upplifa hér og erum með vaxandi millistétt og þaðan kemur hagvöxturinn í dag. Japan er í hlutlausu vægi og það er kannski áhugavert að það þráttur er ofur miklar ríkisskuldið þar að þá er japansku fyrirtækjarekstur gengur vel og það kannski líka þeir ekki borga mikla vexti af sínu lánsfjármagni. Kyrrahafslöndin þar á eftir og svo Evrópa er í neðsta sæti þarna og voru númer 2 fyrir ári. Það sem er búið að vera halda aftur á Evrópu er bæði pólitísk óvissa framtíð evrunar og evru samstarfsins og líka það bara að þeir séu svona 12-18 mánuðum á eftir Bandaríkjunum í sínum svona viðsnúning. En það sem er líka kannski áhugavert fyrir okkur sem erum að skoða þessar fjárfestingar og horfa alltaf okkur, svona er þetta, hvernig horfum við áfram, að þá er líka kannski alveg áhugavert að sjá það að Evrópa til dæmis, miðað við þessar skýrslur, er á miklum afslætti á móti Bandaríkjunum í verðlagningu og við sáum það svolítið á grafinu sem við settum upp á þannig að þá er Evrópa ódýrari verðlagningarlega séð heldur en Bandaríkin. En það er ekki þar með sagt að hann muni gera eitthvað betur, langt í frá. Það fyrir bara eftir í hvernig pólitísk ástandi verður. Hver er skoðun eignastýringar aðala sem á því hvaða geirar eru áhugaverðistir? Upplýsingatækni er búin að vera mjög vinsæll fjárfestingarflokkur í langan tíma. Partur af því er að
í 0 vaxta umhverfi þá viltu bara kaupa vöxt og þetta oft fyrirtæki sem að vaxa mjög hratt. Heilsa núna númer 2, var númer 5 áður fyrir árið síðan og þetta bara í tengslum við bæði hugsanlega sveigjanlegri lyfjakerfi í Bandaríkjunum núna þegar Trump búinn að taka við og líka bara mörg ný lyf sem að koma þar inn og líka stærri markaði sem að opnast eins og á nýmörkuðum. Fjármálafyrirtæki hérna komin í 3. sætið og voru þar fyrir árið síðan en það hefur verið mikið innflæð inn í fjármálafyrirtæki núna og þau hafa verið svona að ná vopnum sínum og laga skuldsetningu töluvert mikið. Og ef við sjáum bara þessa flokka og skoðum bara atvinnugreinaskiptinguna, hvernig þetta hefur verið, þá skiptum við þessu oft hérna hjá VFB upp í sóknargeira og varnargeira og það segir okkur svolítið til ef að fer mikilega yfirvikt úr sóknargeira yfir í varnargeira að þá hérna svona komið ástand þar sem að við erum að hagkerfin að snúa og við förum svona í ákveðna vörn. En í dag að þá hlutfallslega meira af yfirviktinni inn í þessum svokölluðu sóknargeirum. Það sjá að geirar eins og upplýsingatækni, iðnaður, fjármál, orka og neytendavörur. Neytendavörur þarna eru neytendavörur sem þú myndir annars hætta að kaupa eða myndir þrengja að hjá þér eins og ískápar, sjónvörp og slíkt. Og svo varnargeirarnir að þá heilsan sem að lítur svona hvað best út af þeim geirum og svo koma hráörurnar, veitufyrirtækin sem er svona sem sjáum til þess að rafmagnsnet og slíkt, þau hafa ekki verið mikið í tísku og það er enginn sem er yfirvigt að þau en það er kannski eðlilegt með hvernig vaxtastig er og annað og þetta er oft skuldsett fyrirtæki og svo eru þarna almenna neysluvörur og það er consumer staples og það er þarna mjólkiðinn og osturinn og maturinn og það. Þannig við sjáum það að það er enn svolítið það er enn hlutabréfin enn í yfirvikt hjá eignastýringarhúsum heim en það er þessi pólitíska óvissa sem kannski mun raska allan að hvaða flokkar muni gera best á næsta ári. Ef við dröfum þetta bara saman ef við horfum á verðlagninguna þá eru erlendi markaðir nokkuð dýrir, það er hægt að finna ódýri markaði. Rússneski markaðurinn er talinn ódýr en það er náttúrulega rússneska hagkerfið er ekkert mjög spennandi og kannski ástæðan fyrir hann er ódýr. En fyrir okkur sem erum Íslendingar og erum búin að vera með allan okkar sparna hér á Íslandi að þá er náttúrulega áhættudreifingi lykilatriði fyrir okkur. Bara við minni á fyrri fyrirlestra sem við hefur verið með þar sem við sýndum munin á því að vera fjárfesti sem hefði átt erlendar eignir frá 2000 og aðili sem hefði átt innlendar eignir frá 2000 þá er þetta svona ákveðin vörn í því að eiga erlendar eignir. Væntingar okkar sem fjárfesta til ávöxtunar á erlendum mörkuðum og má ekki vera í 20-30%, ekki nema þá með mikill áhættutöku. Við erum að horfa á ástand þar sem að langtímameðaltal er 8,3 og flestir eru að spá því að þetta komi niður. Við erum með seðlabanka og aðgerðir þeirra og við sjáum til dæmis eins og seðlabankin í Bandaríkjunum sem er hættur þessum magnbundnu íhlutun hjá sér að kaupa bréf á markaði að hann getur þurft að fara að hækka vexti hraðar ef að Trump tekst það sem hann ætlar sér að gera. Og í Evrópu þá er búist við því að þeir muni halda áfram að vera virkir á markaði seðlabankin í Evrópu en muni svo fljótlega geta að fara að draga úr því og meðal annars er það að við erum að sjá aðeins smá viðsnúning í Evrópu og við erum að sjá líka smá verðbólgu koma inn en verðbólgun aftur eru á þeim grunni. Þetta er aðalega fasteignaverð og hrávörur sem er að hækka. Og svo er að pólitíkin og framvinda þessu stóru mála. Það var analisti frá Bank of America sem ég var að lesa, ég sagði hann í morgun sem að sagði It could all go so right or it could all go so wrong. Þannig að það er bara spurningin hvernig Trump mun takast til, hvort að þingi vinni með honum í þeim málefni sem hann að gera og hvort það sé gott fyrir kerfið áfram. Og svo er þessi áframhaldandi skuldasöfnun sem að við munum örugglega koma að á frekari fundum hjá okkur. Og þannig að þetta eru svona þessi stóru punktar sem eru framöndan. Ég held að ég hef bara lokið máli mínu, Björn. Bara þakka kærlega fyrir mig.